Ég hér stödd fyrir utan sláturhúsið á Egilsstöðum en hérna inni í fullum gangi þriðja vinnusmiðja af 4 í verkefni Klag Innovit og fleiri sem heitir Startup Tourism. Ég ætla að líta hérna inn og vita hvort ég næ ekki tali af henni Maríu Hjálmarsdóttur hjá Austurbrú en hún veit allt hvað að gerast í ferðaþjónustu hérna á svæðinu. María, ef þú byrjar að segja mér aðeins frá Austurbrú, hvað þetta og hver eru svona ykkar helstu verkefni? Já, Austurbrú sem sagt svona stóðstofnun á Austurlandi sem í rauninni árið 2012 þá sameinuðust ákveðin stóðkerfi, atvinnuþróunarfélag, fræðslu og háskólastörf og markastofan sameinuðust undir einn hatt og örugglega fleiri en allavega þá þetta í rauninni það starfa 24 fyrir Austurbrú og starfsstöðar á mismunandi stöðum á Austurlandi og bara frábær staður eða fyrirtæki eða stofnun og sérstaklega góð þar sem við getum unnið þvert á, þetta svona svolítið þverfaglegt og þannig ef eitthvað eitt verkefni í gangi sem stórt og þá rauninni hægt að nýta starfsmenn Austurbrúar sem á mismunandi sviðum inn í þau verkefni og í staðan fyrir að það væri jafnvel bara nýsköpunar og þróunar en þá vantaði markaðspartinn, þá getum við svolítið svona samnýtt og unnið betur saman og erum í rauninni upplýsum allt, sem sagt, hvort annað þau verkefni sem við erum með og þá getur verið einhver sem sérfræðiþekkingu í jarðfræði og getur komið þá inn í einhverja nýsköpunarverkefni varðandi sem tengist því og þá markaðssviði sem getur komið inn í það með ákveðna vinkla hvernig best að markaðssetja og þannig ég held að þetta sé mjög í rauninni flott hugmynd og flott pæling á bakvið þessa stóðstofnun og ég vona bara hún vaxi og dafni og halda áfram og við fáum fleira gott starfsfólk til okkar og bara mjög jákvæð yfir Austurbrú. Af því að þú ert hérna í tengslu við Startup Tourism, þá erum við svona svolítið að fókusa á einmitt ferðaþjónustuna og þú nefnir flugvallamálið, stóra flugvallamálið og nú að hefjast þessi beinu flug til London, ekki 2 í viku, hérna frá Egilsstöðum. Hverju breytir þetta að þínu mati? Ég held að þetta breyti mjög miklu fyrir hugsun heimamanna varðandi ferðaþjónustuna að hún verði ekki eitthvað hobby sem að þú ert að sinna í hjáverkum heldur verði þetta bara aðal vinnunni hjá fólki. Ég ekki að segja það að þessi eina ferðaskrifstofa geti breytt öllu hér eða þetta beina flug en ég held að þetta fái fólk til þess að hugsa. Ég held að það verði mikið það að fólk fari að setja sína vörur á áætlun í staðan fyrir að þetta sé svona óljós hvenar farið í ferðir og annað slíkt og þau eru alltaf að panta með löngum fyrirvara og svoleiðis og einnig þá að fólk fari jafnvel að ráða þennan 3., 4. starfsmann. Þannig að gætarnir sé ekki líka að gera markaðsefni og bókanir og annað slíkt að það sé einhver aðili sem sæði það og meðan gætin geti einbeitt sér af því að gæta. Sko það góða við það að þetta millilandaflug sem að fara að vera hérna á Austurlandi að þetta stór ferðaskrifstofa með mikla þekkingu. Munurinn á kannski að ferðaskrifstofa sé að koma með beinu leiguflugi og miðað við þá flugfélag að ferðaskrifstofan mun fara mjög djúpt í markaðinn, mun vinna náið með aðilum hérna á svæðinu, og ef einhver tekur ákvörðun að fljúga á annan flugvöll en Keflavík þá það af því að það eftirspurn eftir því. Ég held að þú lendir beint inn í náttúrunni, að þú hafir á 3 tíma radíus bæði Jökulsárlón og Mývatn til dæmis, sem eru stóri seglar sem ferðamenn vita af. Þú ert í rauninni að komast nær þessum seglum til dæmis. Þeir eru ekki á Suðurlandinu, eða sem sagt sko Mývatn til dæmis, það svæði, það mjög, þú veist, þetta styttri leið og eins að Jökulsárlóni. Ein þeirra sem hélt erindi hérna í sláturhúsinu í dag Dagný Bjarnadóttir landslagsarkítekt en erindi hennar fjallaði mikilvægi hönnunar í ferðaþjónustu. Já, ég var svona að benda á bæði sko verðmætasköpunina og tækifærin sem felast í því ef þú sko nálgast hlutina, ef þú tekur hönnunina inn í ferlið strax hvernig það getur leitt til þess að þú getur búið til miklu verðmætara fyrirtæki, getur skapað umhverfi sem eftirsóknarvert og jafnvel bætir einhverju við
upplifunina sem var fyrir, sem náttúran eða hvernig þú getur unnið með að styrkja bara alla þættina í ferðaþjónustunni sem þú ætlar að selja. Sko stundum finnst mér umræðan falla dálítið onni að búa til eitthvað fyrir túrista, búa til eitthvað sko sem hefur eingöngu þann fókus. En svona mín reynsla, það sem ég sé virka best, auðvitað bara það sem gert að það virki líka fyrir innfædda. Og túristar vilja heldur ekkert bara vera það sem eingöngu eru túristar. Maður þekkir það bara sjálfur, maður fyrir útlanda, það gaman að vera með innfæddum að upplifa eitthvað. Og Airwaves kannski gott dæmi svona viðburð, þar sem að mikið stór hópur erlendra ferðamanna kemur að upplifa en líka mikið af Íslendingum. Og það örugglega hægt að nefna sko fleiri dæmi.